Já. Ársæll, hvernig líst þér á þessa tölu? Tölur bankana? Ég hef nú ekki kynnt mér sérstaklega en það sem að þetta sem að Magnús var að segja að seilast í þessa peninga og setja á þennan skatt og auka eftirlit. Það raunverulega það sem að ég var að fjalla í vikunni, það snýst það að kostnaðurinn í samfélaginu að vaxa. Já. Sem gerir verið að það minna sem situr eftir. Og þeir sem að eiga til dæmis íbúðarhúsnæði, þeir þurfa einhvern veginn að bregðast við auknum kostnaði. Þeir reyna að gera það með það sjálfsögðu að hækka leiguna því að endanum þarf sá sem að kaupi þjónustuna að bera allan kostnaðinn. Já. Og staðan á íslenska íbúðarmarkaðnum og lánamarkaðnum þannig að það dugar ekki til og kaupmátturinn hann er ekki meira en svo að það er ekki hægt að flytja meira af þessum kostnaðarverðshækkunum út í verðlagið þó að leiga hér hafi þrefaldast frá því 2001. Nákvæmlega, já. Að þá eru þeir sem eru með fé sitt bundið í íbúðarhúsnæði, þeir eru bara að niðurgreiða útleiguna. Og það er af því að það er skattar, það eru fjármagnstekjuskatturinn hefur vaxið, auðlegðarskatturinn og síðan fasteignagjöldin og það allt saman. Og pluss erum við með Seðlabanka sem er að hækka kostnað á fjármagn í miðri alþjóðakreppu. Með vaxtahækkunum? Með vaxtahækkunum sem er náttúrulega búið að treysta í sessi enn lengur með því að vera með gjaldeyrishöft. Og þannig að ekki eru allan á íbúðarmarkaðnum að þá þegar stjórnmálamennirnir grípa inn og seilast í peninga hér og þar, ekki það að skila sér til þeirra sem eru allan á íbúðarmarkaði og leigja út. Nei, en þú skilaðir þessari skýrslu í dag, daginn leigumarkaðum, það er náttúrulega það sem þú varst að segja en maður merkilegt, það er það að verð á íbúðum þurfum við bara að lækka heilmikið frá því sem nú er. Já, sko, það eru tvær hliðar. Ef þú hækkar leiguna, eða þú hækkar í rauninu kröfuna sem þú þarft að fá til þess að geta leikt út og haft eitthvað upp úr því, þá verður þú annarkvort að kaupa það ódýrara eða geta velt þessu út í verðlagið. Og eina leiðin til þess að velta þessu út í verðlagið er ef að þeir sem noti vöruna, þeir borgi fyrir það sem í raun og veru kostar, það er að kaupmáttur fara að vaxa. Þá er bara meira, þá hafa menn meira milli handana og geta þá getur leigusalinn hækka leiguna og hann fær þá sitt, hann fær fjármagnskostnaði greitt tilbaka og svo pluss tíma og vinnu sem að felst í því að halda utanum og leigja út. Hann er ekki einu svona að fá peninginn tilbaka, þannig að ef þú ætlar að reikna eitthvað tímakaup við það að standa í útleigu, þú ert ekki einu svona komið þangað. Og eina ástæðan fyrir því að við erum í þessari stöðu, í þessari svona gildru, er sú að byggingakostnaður er svona snerta byggingakostnaða, samt ekki alveg búið að ná þeim gildum sem að miðað við kaupmáttinn. Kaupmátturinn í okkur er svona cirka á 2001 meðan að fasteignaverðið er svona 2004. Þannig að það eru nokkur ár sem vantar á milli í kaupmætti til þess að reyna geta útskýrt verðin. Og svo erum við fast í þessari gildru sem að felst í því að hér er fjármagnskostnaður að vaxa af því við erum með Seðlabanka sem að hækka vexti í miðri alþjóðakreppu. Skattarnir hafa sprungið út þegar stjórnmálamennirnir að grípa inn í og einmitt að seilast í féð. Og lífskjörin, þau eru ekki að ná þessu til þess að ná að vaxa til þess að geta borgað þetta alls. Þannig íbúðaverður á hátt á Íslandi? Með við þessi verð, myndi ég, já, það er með við þessi verð. En er ekki samt málið að fyrstulega þessi hækkun vaxta sem varð daginn var 0,25 punkt, eða voru 25 punktar af 100, sem er ekki kannski ekkert gríðarleg hækkun, en það er samt hækkun. En stærsti punkturinn í þessu öllu er það að ef hægt er að fá lán til kaupa á leiguhúsnæði á segjum 2,5% vöxtum í staðan fyrir 5% vöxtum, þá erum við að ná alveg örugglega nákvæmlega sama árangri eins og með öðru íbúðaverði. Síðan er það alveg á hreinu að þeir einstaklingar sem kaupa íbúðarhúsnæði í dag á mjög háu verði og hugsa það bara til útleigu, að þeir geta það ekki á þeim vaxtakjörum sem eru í boði. En aftur á móti þá er spurning, hvað er stór hluti af húsaleigumarkaðnum, húsnæði sem var keypt fyrir 2004 og er þess vegna komið, það var keypt á mjög lægra verði
og þess vegna fjármagnskostnaður við öflun húsnæðisins er miklu lægri. Það var náttúrulega stakk upp á því að það þyrfti að byggja hérna í Braggahverfi, það væri sennilega ráðið til að koma fólki í húsnæði, það væri taka upp því eftir, en sko, við erum komin kannski aðeins og langt þarna út á leigumarkaðinn, við vorum að tala um bankana og það var bara spurningin, sko, ef bankarnir að skila þessari afkomu, geta þeir þá, svo við höldum áfram með þetta eilíðarmál sem hefur verið talað þess að síðan í hrunni, geta þeir skilað meiru til þeirra sem að skulda? Má ég? Já. Já, sko, fyrir það fyrsta þá held ég að þetta kerfi, bankakerfi, það búið að flækja alla hluti svo. Það aldrei hægt að tala um neitt vegna þess að þá, þú veist, það þessi leið og það þessi leið og það framvittu göttur. Bankarnir eiga stóran þátt í því að kæfa niður hagvöxt og þeir eru í raun og veru sko eins ósjálfbærir og hugsast getur. Þeir eru fullir af peningum. Það tekur engin lána á þessum vöxtum. Það á engin veð. Þannig að ef þeir leiðréttu það sem þeim ber, að þá hlýtur flæðið að verða meira þjóðfélagi. Og við sjáum það alveg að vara sem að sko, hvað ég segja, menning, fara í klippingu, bara svona hlutir. Þetta eru þeir hlutir sem þú setur fyrst á mótið þér og þarna verulega farið að þrengja að. Og ég hef oft hugsað, þetta bara steypa sem við erum að tala um. Við erum að tala um steypu. Já. Og ég oft hugsa af hverju geta hafa þetta bara svo leiðis að það sé cirka kannski 1500 kall á fermetrin. Allir. Það sé bara ekki meira. Það búið að flækja okkur svo í alls konar tölum og vitleysu. Og ég segi svo sko nú auglýsa bankarnir mjög grimmt. Og það allt gert til að ná þeim. Allt. Það hvarflar ekki að mæðurum þessa lands. Það hvarflar ekki að mæðurum þessa lands. Að hvetja börnin sín. Unga fólkið sitt til að segja viðskipti við þessa banka. Þessa 3 banka. Það bara, og sko, ég held að sko, þannig lagað eru þeir að kæfa sig. Þeir eru ekki, fólk að verða sko greiðslu þrota og þeir hljóta að tapa á því. Það hlyti, með því að afskrifa meira og leiðrétta, að þá hljóta þeir að vera öruggari, sko, þeir koma fram við okkur eins og við séum sko vogunarsjóðir. Það náttúrulega spurningin hverjir eiga svo bankana á þarna bakvið, ríkið árendar Landsbankann, en svo vorum við með ykkur Já, en við verðum að gera okkur grein fyrir því að það ekki til banki nema að setja föst innlegg og sko bankarnir hafa nota mikil hræðsluáræður. Það hérna vistarband, það vistarband. Fólk þorir ekki að færa sig frá viðskiptabankanum alveg sama hvernig hann er búin að koma fram við það. En málið það bannar því enginn að leggja launin sín inn. Til dæmis í litla sparisjóð út á landi sem tók aldrei þátt í þessu sukki. Það myndi skapa vinnu þar. En maður legði launin sín inn þar og borgaði svo hjá bönkunum sem ekki hafa leiðrétt ennþá. Og þetta mín tillaga. Magnús. Já, fyrir margt sem hættir að segja þessu sambandi. Ég hugsaði sko, hvað var húsnæðismálinu, þá vindum við svo gjarnan vilja geta gert meira en til dæmis hvað var þar 110% leiðina, þá kom þetta inn í þingi síðasta vetur, menn lágu yfir þessu úr öllum flokkum og niðurstaðan var svo að fara fram með 110% leiðina. Við vorum aftar á merinni í úrræðum til skuldara árið þegar kreppan kom 2008, en ég held að við séum orðin hvað fremst þjóða. Við sjáum til þess að vettvangi AGS eru menn til að horfa til 110% útfærslunar hér á Íslandi og fara að endurspegla hana í úrræðum annar staðar í hinu vestræna heimi. Menn eru að horfa fram á það að við erum að gera svo mikið, svo margt til hjálpar skuldugum heimilum að það til eftirbreytni annar staðar. Við sjáum fyrir okkur að 1/3 öllum vaxtakostnað heimilana endurgreiddur af hálfu ríkisins eða opinberra aðila. Við sjáum fyrir okkur, en það sem rammar okkur alltaf inn og það sem gleymist stundum í þessu þessi eignaréttur þess sem hafði veitt lánið á sínum tíma. Það getur ekki farið fram og tekið af honum þá eign sem hann telur sig eiga með því að færa niður lánið sem hann segir að sé í skilum. Við lendum í því þegar við tökum lánsviðin til dæmis, reynum að taka þau úr sambandi, taka ábyrgðarmannakerfið úr sambandi, að við fáum alltaf dómstólana á okkur sem segja að þið eruð hér kæru stjórnvöld að ganga alltaf langt inn á eignarétt þess sem hafði áður lánað fjármunina. Og hvað var þar, þannig að mér finnst þetta sko heilt yfir snúast kannski miklu fremur eins og ásætlir að koma inn á Marino og Alma að kerfið sem við höfum hér heima á Íslandi í raun og veru skakt. Við sjáum fyrir okkur að hér í miðri kreppu horfum við upp á vaxtahækkun. Við sjáum fyrir okkur þar að flæðin verðbólga hér í þessu landinu í raun og veru engin hiti á hagkerfinu í raun og veru. Og þessna finnst mér oft sko, og hugsað til þeirra baráttu sem
svona einstaklingar eiga í til dæmis á vettvangi hagsmunasamtökanna að þau að sjálfsögðu að koma okkur í það verkefni að reyna að breyta hér mynt í þessu landi. Það okkar stærsta hagsmunamál til þess að fólk geti búið við skapleg vaxtakjör, losi sig undan verðtryggingunni, við fáum hér einhvern öryggi í okkar rekstrarumhverfi, við sjáum fyrir okkur til dæmis að útflutningsstarfsemin í þessu landi við kreppu hún í raun og veru ekkert að aukast. Við erum vissilega að fá meiri peninga í kassana því að krónan ódýrari en í raun og veru magnið ekkert að breytast á þessum 3 árum. Þannig að það innanbyggð mein í okkar hagkerfi sem við þurfum að taka á. Þetta alveg lögrétt og maður skilur hvað Alma og Marín að segja og hlutu til ættu mótmælir ekki bara snúast að bönkunum heldur að seðlabankunum og þeim sem ákveða það að halda hér úti þjóðargjaldmiðli. Af því að það sem þessi greining mín sem ég birti núna í vikunni í raun og afhjúpar bara hvaða dýrt að vera með þjóðargjaldmiðil, eigin mynt sem þannig að í miðri alheimskreppu þá þarf að hækka vexti. Og ég hef nú talað fyrir því að það sé ýmsar leiðir í boði til þess að losa þessa gjaldeyriskreppu og skipta út myntinni. Og vandamálið að pólitíkin hún kannski, það tók hana svolítið langan tíma átt að segja á því að það eru fleiri leiðir færar heldur en vera njörvalt niður í höft eða blanda saman myntin í pólitíkinu og það sem að umræðinu mynt í stærra pólitíska samhengi og það sem við þurfum að gera er að taka umræðina miklu dýpra. Hvað ætlum við að gera til að losa gjaldeyrishöftin og losa okkur undan þessar áhrif sem að byrja á undirstöðun og hafa siðferði í lagi og laga það sem átt að laga. Alveg sammála því, en hvort það verður lagað, það kemur í ljós. En þetta náttúrulega forvitnilegt að nú var þingið, voru átök í þinginu gjaldeyrishöftin og það var þarna lág fyrir frumvarpum að það mætti framlengja þau til 2015, svo samþykkt að framlengja þau, það með ekki framlengja þau lengur samkvæmt núverandi þeim lögum sem eru í gildi núna nema til 2013, en við vitum ekkert hvernig við ætlum að losna út úr þetta, því að ennþá heiminn og haf milli gengis krónunar á aflandsmarkaði og því þess að hérna. Ég meina það ýmis ráð til, en vandamáli að umræðinni, hún alltaf tekin, hún alltaf hólfu niður í tengd til dæmis Evrópusambandsaðildinni, blanda saman mynt og Evrópusambandsaaðild. Sjálfur ég svona frekar hlindur því að skoða aðild Evrópusambandinu, en það hægt að aftengja myntina þeirri umræðu til dæmis og lettar til dæmis voru með bandaríkjadollar í gegnum myntráð og gengu inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta þarf ekki vera alveg svona samansúra annarkvort með Evrópusambandinu eða móti Evrópusambandinu, heldur þurfa að reyna að beita einhverju meðlum sem eru þannig að þau virka af því að við erum í skuldakreppu, fjármálakreppu og gjaldeyriskreppu og hagfræðin á fullt af lausnum við því, við öllu þessu. Þetta náttúrulega ekki fyrsta kollsteypan sem húsnæðismarkaðurinn verður fyrir. Ég meina í heiminum. Við vorum í kollsteypan upp úr 1980 og var náttúrulega ríkaleg. Það meðtalið fjármálakreppa á 10 ára fresti einhvers staðar í heiminum.